Komið sæl og blessuð og velkomin í fjölmiðlahornið okkar á mánudögum sem við höfum haldið úti nánast allar götur frá áramótum. Gestir þáttarins í dag eru góðir, þeir eru Lárus Ýmir Óskarsson, kvikmyndagerðar maður og fyrrverandi blaðamaður, Ólafur Arnarsson á blaðamaður á DFF og Steingerður Steinarsdóttir, blaðamaður, núverandi ritstjóri, lifði núna lengi ritstjóri Vikunnar. Við ætlum að ræða fjölmiðla, áskoranir í blaðamennsku samtímans og samfélagspólitík og vonandi ná við einhvern veginn að spinna saman fjölmiðlun og samfélagspólitík, hvernig þetta tvennt getur haldist í hendur. En það var einhvern tíma sagt að það var alltaf mánudagur í blaðamönnum og við værum svona meira í moll, sérstaklega þeir sem heldur en dúr, sérstaklega þau okkar sem hafa haft aðhalds- og eftirlitshlutverkið á okkar höndum. Ólafur, ertu í moll eða dúr í dag? Já, ég verði ekki bara að segja stöður í moll. Það stafa nú líka því að mér gekk óleitla að sofa í nótt, þannig að maður er svona kannski, maður þarf aðeins að komast í gang. Það er einhver smá slæmska í þér. Já, þetta er að ganga, þetta helvíti. Hvernig er heilsin á þér, Steingerður? Ég er bara alveg bráðhress, get ekki kvartað. Sétur? Við erum rosalega ánægð með sumar sko fram að þessu því að það hefur verið betra. Já, en það hefur nú samt verið betra heldur en allt sumarið í fyrra, þannig að við getum ekki kvartað. Lárus Ýmir, ég nefndi að þú eri fyrrverandi blaðamaður. Hvar varst þú blaðamaður? Ég var blaðamaður fyrir löngu síðan á Vísi. Já. Jónas Kristjánsson var ritstjóri og Jón Birgir Pétursson var fréttastjóri. Já. Þetta voru athyglisverðir tímar. Þetta var þarna árið sem að gaus í Vestmannaeyjum. 73? Já. Það hefur verið nóg að frétta. Já, það var Þetta var mjög lærdómsríkt og ég ætlaði mér ekki að fara í þetta starf endanlega, var að hugsa að fara í þetta sem ég síðan fór í kvikmyndagerð og svona, en þetta var mjög góður undirbúningur og ég var tekinn inn þarna og ég var alveg hissa á því, sko, ég kunni ekki á ritvél og það hefði ekki er ég svona hluta til lesblindur, þannig að stafsetningi var ekki svo allra besta, en þeir keyptu þetta allt saman þarna félagarnir. Það hefur verið eitthvað gildi, eitthvað virði í þér. Já, þeim fannst eitthvað sniðugt þegar ég sendi inn umsóknarbréf, þeim fannst það eitthvað fyndið. Blaðamennskan er ekki löggilt fag og það hefur verið deilt hvort hún eigi að vera það eða ekki. En eins og ég sagði áðan, þá við ætlum að ræða stöðu blaðamennskunar og það sem ég langar að byrja á að ræða við ykkur, það er ég ætla að segja litla dæmisögu. Kringu 2000 þá skrifaði ég stórt viðtal í dagblað og fyrirsögnin ætluð var já, ég er nasisti. Og hún var tekin burt. Ég þurfti að breyta henni. Hún þótti ekki tæk. Fyrir 25 árum þá var nasisti svo stórt orð að fólk hefur sennilega, það var svona forræðishyggja á blaðinu hjá ritstjóranum, hann hefur sennilega hugsað sem svo að við getum ekki haft þetta orð í fyrirsögn, við getum ekki normaliserað það að einhver sé nasisti og sennilega hræddur smitunar áhrif samanber sjálfsmorða, sjálfsvíga, umræðu, það sem blaðamenn hafa ákveðna siðferðislega skyldur að tala í dag. En þetta var samþykkt af þeim sem þú tókst viðtal við, hann var samþykkur að þú notaðir. Hann var ekki spurður. Ok, en hann sagði þetta í viðtalinu. Já. Það eins og þú þekkir þá er yfirleitt ekki viðmælandisræður fyrirsögnin. Nei. En mér fannst þetta rétta fyrirsögnin á þetta viðtal. En ég nefni þetta vegna þess að fyrir 25 árum þá var einhvers konar samfélagssáttmáli með það að sennilega hefði mjög fáir eða engir fjölmiðlar í Íslandi birt fyrirsögn eins og þessa sem ég þurfti að bakka með. En núna sjáum við orðið nasisti bara, ég segi nú ekki annarri hverju fyrirsögn, en það er svona
það hefur orðið mikil orðræðu breyting, við höfum þokast mjög hratt frá einhverjum tíma sem að við heldum kannski að vera óbreytanlegur yfir í annan tíma og það hefur, og núna á internetinu síðan þjóðernissinnar komu saman á Austurvelli helgina á stórum fundi, þá hef ég svona í mörgum kimum á internetinu séð umræðu það bara hvort fjölmiðlar eigi að segja frá svona fundi, hvernig þeir eigi að segja frá honum. Ólafur, þú ert á DFF, ég sá að þið eiginlega tókuð ræðu einhvers gæja sem flutti þarna ræðu og afbyggðu hana bara lið fyrir lið og í rauninni tættuð ræðuna í ykkur, svona sem einhvers konar varnarviðbragð. Þetta langar mig til þess að við byrjum á að ræða. Hvernig eigum að snúa okkur hvernig á blaðamennskan að snúa sér í heimi sem að breyta svona svakalega hratt þar sem við virðist vera hverfa úr svona alþjóðlegu umburðarlyndi yfir í bara böngarinn, bara samanber kosningu í Póllandi í nótt. Já. Nei, þetta ábyrgð fjölmiðla er auðvitað mikil. En hlutverkið ekkert auðvelt vegna þess að það talað oft þessar svona þessar bergmálshella sem menn í að það hver í sínum bergmálshelli og fólk upplýsingar sem það fær úr sínum bergmálshelli, það upplifir þær sem sannleikan, sem staðreyndir. Þannig að þó það sé farið og rakið lið fyrir lið þá óvíst hvað það hefur mikil áhrif, kannski þar sem það þyrfti helst að hafa áhrif. Akkurat, og þessi breyting sem þú nefnir að við trúum bara á það að okkar bergmálshellir hafi rétt fyrir sér, þetta náttúrulega nátengt tæknibreytingunum, internetinu, algoritmunum og samfélagsmiðlunum og því, ekki satt? Algjörlega. Og ég var mjög ánægður með minn miðil helgina, hvernig hann tók á þessu. Stengirður, hvað finnst þér? Mér finnst þetta svo áhugaverð umræða vegna þess að það er svo margt sem hefur breyst í blaðamennsku, bæði bara hvað maður má segja, hvað maður má fjalla og bara það til dæmis að ég er blaðamaður á vikunni frá 1995 til 2006 og þá hætti ég, kem svo aftur þarna 2012 og þá tek ég við sem ritstjóri og breytingin sem hafði orðið bæði á bara efnistökum, efnisvali og hvað var leyfilegt, það var bara margar mílur frá því sem að ég hafði upplifað. Og meðal annars bara hvernig fjallað var kynbundið ofbeldi, hvernig fjallað var samkynhneigð, transfólk. Ég var til dæmis fyrst til þess að setja transkonu á forsíðu og ég var líka fyrst svona almennra tímarita til þess að setja sýnilega fatlaðar konur á forsíðu. Og það er svo margt svona sem er svo áhugavert og líka það bara til dæmis hvað blaðamaðurinn má og má ekki eins og setja sjálfan sig inn í greinar að þegar ég kem inn aftur inn á þetta kvennatímarit þá er það orðið bara viðtekið að hægt sé að skrifa og var bara þótti fínt í öllum erlendum kvennatímaritum að blaðamaður skrifaði eigin upplifun til dæmis af einhverjum námskeiðum eða eitthvað svoleiðis. Þetta bara mátti ekki þegar ég byrjaði í blaðamennsku 1989 og ég man eftir að mér varð á að setja ég inn í einhvert viðtal og þá kemur ritstjórinn minn og bankar svona á borðið og segja don't be cute eins og Bretarnir segja, sagðan, taktu þetta út. Og þú veist, og við vorum alltaf með, þú veist, miðilinn sem svona front fyrir okkur. Við á lifðu núna eða við á vikunni gerðum þetta eða sögðum þetta, aldrei ég. Þetta eru svona áhugaverðar breytingar. En líka eins og Ólafur segir, ég tek alveg undir það, maður er svona ofta velta fyrir sér hvort að boðskapurinn nær augum og eyrun þeirra sem helst þurfa á honum að halda. Og þetta sem steimir hlutverk fjölmiðla að taka svona staðreynda villur
lið fyrir lið og benda fólki á það sem réttara og sannara reynist, það náttúrulega svo ofboðslega mikilvægt og þess vegna þurfum við þessa ritstýrðu fjölmiðla. Já, en sko eftir sittur spurningin, eiga fjölmiðlar að fjalla allt eða eiga þeir að einhverju leyti að ritskoða sig með liti til þess hvaða áhrif geti orðið af umfjöllun. Þetta svona klassískt úrlausnarefni, svarið kannski svolítið mismunandi eftir tímum eins og þú varst að fara yfir. Hvað finnst þér, Lárus? Þetta náttúrulega var áhugaverð pæling þar að segja hvernig samfélagið hefur áhrif á fjölmiðla og fjölmiðlar hafa áhrif á samfélagið. Þetta náttúrulega endalaus víxlverkun. Akkurat. Sko, fjölmiðla skapa ekki samfélag, það væri frekar að segja að samfélag skapa fjölmiðla, en samt sem hafa fjölmiðlar áhrif, þannig að það skiptir máli hvernig þeir hafa sig, hvað þeir skrifa og hvað þeir og þá kemur inn á diskussjón sem náttúrulega, sem þið hafa sjálf átt hér í þessum þáttum áður, það að segja hvað hlutverk fréttamannsins, hvað hlutverk blaðamannsins. Fyrir mína parta ekki til nein uppskrift af því að öðru leyti heldur en því að blaðamaður eða fréttamaður á bara að vera heiðarlegur, sannur sjálfum sér. Hann getur ekki alltaf haft rétt fyrir sér, frekar heldur en nokkur annar, en ef hann heiðarlegur gagnvart sjálfum sér og sínum eigin gildum, að þá getum við gengið að því. Svo ykkur annar sem hefur önnur gildi og þá getum við gengið að því, en við getum ekki gefið neina forskriftir. Þetta móti kannast maður við þetta með, sko, ég man að ég var einhvern tíma í Heimsvík í Stokkhólmsháskóla og þá vorum við að ræða hvað ætti að banna að segja og hvað, þú veist, málfrelsi og þetta. Og þá var talað það, sko, með nasismann, að þú veist, mörkin gætu kannski legið í því, er verið að hvetja til ofbeldis. Nú á tímum þetta með að hvetja til ofbeldis orðið ótrúlega vítt svið. Það að segja, það talið ofbeldi ef þú móðgar einhvern eða særir einhvern. Já, það ekki líkalegt ofbeldi lengur sem að skilgreiningi, þannig að þetta er bara fljótandi kerald sem við erum á og sem að fjölmiðlar eru á og það gildir bara að halda sjó hver samkvæmt sinni samvisku, held ég. Já, mér líður svolítið eins og þessi algjör ögurstund uppi og heimurinn eins og við höfum þekkt hann, að við séum að sjá hann liðast í sundur. Samanber þetta með böngarinn og þjóðernishyggjuna og hvernig við erum að, í staðis að vera einheild, hvernig við erum að klofna upp í mjög margar deildir. Mér finnst þetta með hópinn sem hittist helgina, þetta er hópur sem að hefði falið sig í kimum internetsins ekkert fyrir mörgum árum og þegar ég vann síðast á Fréttablaðinu þá vorum við stundum að velta fyrir okkur að fjalla um svona sellur. Það var oftar en ekki, þetta eru bara einhverjir vitlýsingar og nei, bara þú veist eitthvað svona. Þar var alveg forræðið sigja í gangi. En núna eru þeir komnir út og þeir eru farin að halda sko mjög stóran samstöðufund með fánaborginni, íslensku fánaborginni, og nú sjáum við greinar frá þingmönnum sem að finnst að það sé verðan að misnota íslenska fánan í þágu sundrungar þegar íslenski fánan eigi að vera sameiningatákn. Og mér finnst fjölmiðlar, af því að rekstrarstaða þeirra er svo vond fyrir utan Ríkisútvarpið, þá finnst mér sko fjölmiðlar standa mjög höllum fæti til þess að í raunin lýsa þeim veruleika sem að nú er jafnvel á hverfanda hveli. Er það ekki sérstakt áhyggjefni, Ólafur? Auðvitað er staða fjölmiðla sérstakt áhyggjefni. Þá er ég að tala náttúrulega eins og þú sko aðrir fjölmiðlar en Ríkisútvarpið, ef við horfum hingað til lands. Þessir fjölmiðla styrkir sem hafa verið, þeir gera eitthvað gagn, en það er ekki gott heldur að vera með eitthvað svona styrkjakerfi. Auðvitað er stórt vandamál og það er kannski, það hefði verið miklu betra ef að það hefði verið brugðist við því miklu fyrr að til dæmis að taka RÚV af auglýsingamarkaði og láta einkareknu miðlana sitja af þeim markaði.
mér skilst að það sé orðið þannig að nú megi búast við að mjög stór hluti af þeim auglýsingatekjum sem að sko fara ekki til RÚV, verði það tekið af auglýsingamarkaði, það muni þá fara á þessa samfélagsmiðla, muni ekki fara á ritstýrða íslenska fjölmiðla. Það er áhyggjuefni. Já. Önnur hver króna af íslensku auglýsingafé, hún rennur til erlendra efnisveitna sem stendur. Já, þetta sko það bara svo ótal margt sem að hefur breyst og breyst svo rosalega mikið. En eins og Lárus var að segja að fjölmiðlar geta haft svo gríðarleg áhrif á umræðina og ekki bara á hvernig við ræðum einhver tiltekin málefni, heldur bara líka hvaða málefni á dagskrá, hvaða málefni almennt verið að ræða. Og það líka að verða svo mikið áhyggjefni út af þessum auglýsingamarkaði, til dæmis þessi kostun og hvernig alls konar kostun að laumast inn í efni. Það verið að taka viðtöl við einhverja tiltekna aðila til þess í raun og veru að kynna einhverja vöru og það ekki merkt sem kynning. Og það náttúrulega það sem til dæmis líka verið að tala varðandi áhrifavalda og það efni sem að þeir að setja fram, að það ekki alltaf skil þar, hvort að verið að auglýsa eitthvað tiltekið eða ekki. Og mér finnst þetta líka svo stórt áhyggjefni vegna þess að auðvitað grípa fjölmiðlar til ýmissa ráða til þess einfaldlega að lifa af. Og þess vegna held ég að við þurfum alvarlega að hyggja að því og skoða hvernig við ætlum að tryggja framtíð fjölmiðla og hvernig við ætlum að búa að blaðamennsku í framtíðinni. Og það náttúrulega mikið verið að gera á vegum blaðamannafélagsins núna einmitt í að ræða þessa fagmennsku og blaðamannstarfið sem fag og það auðvitað stendur svolítið sérstakt líka vegna þess að það ekki einhver tiltekin nám sem þú getur eða einhver tiltekin gráða sem þú getur krafist og sagt sumir fara og læra blaðamennsku en það ekkert skilyrði fyrir því að fá starfi í blaðamennsku af því að við þurfum svo margháttaða þekkingu inn í blaðamannstarfi þannig að hvers konar gráða getur í raun og veru nýst. Ég man eftir ritstjórn þar sem að við vorum kannski 15-20 á morgun ritstjórnafundi og það var loftskeytamaður, rafvirki, lögfræðingur, fiskverkunarkona. Þetta fannst mér frábær ritstjórn. Bara fólk kom úr, þetta var eins og við viljum sjá Alþingi Íslendinga samansett, bara úr öllum áttum. En þetta hefur nú breyst ansi mikið núna og þetta svona orðið svolítið einsleitari típa og þetta eru yngri blaðamenn því hinn reyndari voru annarkoð dreknir eða hættu sjálfur. Þeir voru dýri fyrir fjölmiðlana. Það eitt af því sem að skiptir máli núna þegar við erum að ræða gæði blaðamennsku og fjölmiðla á ögurstund að íslenski fjölmiðlar ekkert mjög vel í stakk búnir til þess að takast á við þetta verkefni. Það mjög mikil reynsla farið út. Það mjög mikil freistnivandi fyrir tiltekna fjölmiðla að verða áhangendur tiltekina sjónarmiða og breyta sér einhverju leyti í áróðurs fjölmiðil vegna þess að þar geti verið peningamón og þetta sko, það sem mjög verst að við erum bara ekkert að ræða þetta sem skildi og yfirburðastaða RÚV svo gjörsamlega óþólandi að ég skil ekki hvernig við leyfum þessu ástandi að líðast dag frá degi að flestir fjölmiðlar á Íslandi séu að lepja dauðan og skel og við vitum ekkert hvaða einkarekni fjölmiðl verði í gangi á morgun á sama tíma og Ríkisútvarpið fær alla sína peninga. Ert þú með einhverja skoðun á þessu, Lárus? Já, ég er með fullt að skoðun þessu. Sko, það sem að vantar áður en ég fer inn í Ríkisútvarpið og þetta sem að það sem vantar í þessa umræðu eins og í flest önnur málefni sem rætt á Íslandi, það einhvers konar grunn diskussjón hvað sé æskilegt. Hvernig sjáum við einhvers konar ideal framtíð fyrir okkur? Við vorum gerðum einhver þjóðfund sem hafði þetta sem prinsip að reyna að finna einhvers konar framtíð sem væri æskileg. Og síðan þegar maður komin einhvers konar svona gróf landakorti yfir hvað framtíð væri æskilegt, að þá væri hægt
á grundvelli þess að finna hérna eitthvað sem hjálpaði okkur á þeirri leið þangað. Sko, núna segir fólk, sko, það hérna á að taka hérna auglýsingar taka burt auglýsingar úr Ríkisútvarpinu, það á að styrkja hérna frjálsa miðla eða eins og Ólafur í það á ekki að styrkja frjálsa miðla vegna þess að styrkir ekki hérna rétta málið. Sko, spurningin hvað eiginlega viljum við? Hvert viljum við? Hvernig viljum við hafa fjölmiðlaumhverfi? Og hvernig sjáum við í framhald af því þegar við vitum hvernig við viljum að fjölmiðlastarfi og hvaða tilgangið er þjóni? Þegar við höfum svarað því nokkurn veginn, þá getum við farið að segja, ok, þetta myndi hjálpa í þá átt, þetta myndi vinna á móti því og svo framvegis. Ég held að sko það sem að ég hef gegnum tíðina, ég hef nú ekki verið aktífur í 10-15 ára en hérna lengi vel að því að ég var líka að gera sjónvarpsefni og svona og það var antaði svo áþreifanlega íslenskt efni, þá barðist ég heilmikið fyrir sko Ríkisútvarpinu, að því það var eini miðill sem að hafði einhvers konar burði. Já. Oft á tíðum ekki nógu mikið vilja en ekki aðrir höfðu ekki burði til að framleiða bitastætt íslenskt leikið efni. Vilji ekki samræmi við fé, heyrim að stundum RÚV? Já, það má alveg sko diskutera hvernig peningunum er varið þar og svona, en málið er það að þessi samanburður sem er oft í gangi er náttúrulega mjög sko eiginlega mjög fáránlega ósanngjarn vegna þess að ef við tökum samstöðuna til dæmis sem er frábært fyrirbrigði og þjónar alveg ákveðnum tilgangi en samstöðin framleiðir ákveðið tegunda efni. Ríkisútvarpið framleiðir ekki svoleiðis efni. Ríkisútvarpið, ef maður er mjög grófur, þá segir maður Ríkisútvarpið framleiðir pródúserað efni. Sko, ég var með útvarpsþátt með Ingólfi Margeirssyni sumarið 75. Við gerðum, hann hét hálftíminn og var hálftíma langur. Við unnum hvern einasta þátt í heila viku. Það voru svona milli 40 og 150 klipp í hverjum þætti. Tóku viðtöl út allt. Tóku fyrir málefni eins og ritskoðun á Íslandi og hérna sakhæfni, hvað er það? Og alls konar svona hluti. Þetta er pródúserað efni. Svona efni getur Ríkisútvarpið og nánast engin annar gert. Og það ætti kannski að hérna einblína á það. Það sem að hefur vantað og ég rak áróðu fyrir því í sjónvarpinu fyrir daufum eyrum þegar ég var hérna svona aðeins eitthvað aðstofað og fyrir ekki mjög löngu síðan að taka upp svona þætti eins og þið eru með hérna. Þá hafði ég sem fyrirmynd hérna franska þáttin hérna Apostróf. Það sem að 4-5 einstaklingar, menn og konur, sitja í þægilegum stólum kringum og tala saman í 1,5-2 tíma einhverja bók eða einhverja hugmynd og þetta var vinsælasta efni í Frakklandi. Sko, þannig að það var gríðarleg þörf fyrir þetta lengra samtala, þetta dýpra samtala sem fólk getur farið sínar eigin leiðir og ekki eitthvað fréttamaður sem hérna leiðir hérna samtali mjög stíft sko. Þannig að sko við erum að tala hvers konar efni viljum við fá svona efni eins og á samstöðinni. Við viljum líka fá efni sem er eins og RÚV getur pródúserað. Við getum kritiserað RÚV fyrir að gera ekki nógu mikið að þessu, gera þetta ekki nógu vel. Við getum líka, ég er ekki því og allir ekki að fara í það, en við getum líka tekið einstakar þætti á samstöðinu og sagt þetta er nú ekki nógu sniðugt, þetta er ekki nógu interessant. Ég meina það er bara með alla hluti þannig. Já, en stóri munurinn á því að samt sko gagnrýna einkarekin lítinn fjölmiðil eins og samstöðina eða Ríkisútvarpið er að hérna þú getur í rauninni ekkert haft stóra skoðun á því hvort samstöðin er vondur eða góður fjölmiðill af því að hún kemur þér ekkert við nema þú kjósir sjálfur að styrkja samstöðina en við erum jú öll að borga Ríkisútvarpið þannig að við höfum rétt á Auðvitað getum við haft skoðun á samstöðinni eins og hverju öðru. Já, en hún skiptir engu máli. Skoðunin? Já, þið viljið hlustendur, eða ekki? Jú, en sem sagt samt, ertu ekki sammála því Ólafur að Ríkisútvarpið hefur aðra stöðu? Ég er sammála því. Ég horfði í gærkvöldi í gærkvöldi frekar á laugardagskvöldi, ég held að það var í gærkvöldi þá var þáttur Ása í bæ sem hafði verið settur saman, þetta var RÚV
það verið settu saman 2014, þar var sýnt úr gömlum þætti sem Árni Gunnarsson heitinn, fréttamaður, stýrði. Þar sátu saman í settinu, í þægilegum stólum, Jónas Árnason, Jónas stýrimaður og Ási Bæ og röbbuðu saman bara allt og ekkert. Bara eins og í franska þættinu. Og þetta var frá 1975, eitthvað svo leiðis. Ég saknaði aldrei svona þáttagerðar hjá RÚV. Já, algjörlega. Já, sko, það eru margir sem sakna samhengisins, ég ætla bara að segja það, vitsins, inntaksins, meiri mennsku og viðrar sínar RÚV og allur þessi endurflutningur endalaust, maður bara spyr sig hvernig fóruð að því að búa til allt þetta efni með miklu færri starfsmenn fyrir áratugum, íslenskt efni, skapandi efni frá morgni til kvölds. Þannig að þau eru ekki heldur að búa til sátt við almenning í ljósi þess. Í dag gerir RÚV í raun og veru ekkert nema bara að það fer meir og minna hálft árið í þetta Eurovision. Já, svo það. Það virðist vera það eina sem að RÚV gerir. Og það þegar Eurovision sesonið byrjar, þá slekki á RÚV og ég kveiki ekki aftur fyrir eftir að þessu er lokið. Sko, ég tek ekki þátt í svona, sko, vegna þess að fullt af góðu efni í Ríkisútvarpinu. Sjálfsögðu, þau fá 10 milljarða. Já. Við fengum 6 milljónir. Samstöðin fekk 6 milljónir á opinberu fé. Þeir eru með 10 milljarða. Ef að deila 6 milljónum í 10 milljarða. Þetta er ekki bara eitthvað disko, þess að við getum talað að það er bæði slæmi hlutir og góði hlutir. Já, ég er alveg sammála því. En það er ómikið disko. En það er hins vegar allt í lagi, þó það séu bæði góðir og slæmi hlutir, vegna þess að það er náttúrulega bara svo misjafn smekkur mannana. En mér langar svo að koma að því sem að Lárus var að tala um, þennan grunn sem við byggjum á og þessa sýn sem við viljum hafa á hvernig við gerum hlutina. Og ég tel að Ólafur hafi einmitt verið að taka undir það að það þarf á því að halda. Við þurfum að hafa skýrari sýn og þetta er akkurat það sem að mér finnst svo uggvænlegt í heiminum í dag, að mér finnst við vera búin að missa sjónar á einhvern veginn og tökin á hvað lýðræði snýst og þessar og þessar hugsjónir frelsi og mannréttindi og mannvirðingu. Þetta er eins og þetta, margt af þessu sé einfallega hugtök sem fólk bara skilur ekki lengur. Og öll þessi umræða þetta vók og vókisma og hvað það sé út eða það sé inn eða hvað það sé slæmt eða það sé gott. Þetta finnst mér vera deilur keisarana skegg vegna þess að þegar allt kemur til alls þá snýst þetta auðvitað fyrst og fremst það að við sköpum samfélag þar sem að öllum getur liðið vel og fólk ber virðingu hvert fyrir öðru og mér finnst að öll umræða réttindi snúist núna að fólk að krefjast þess að það fái í gegn sín réttindi. Það er aldrei talað hvernig á ég að virða réttindi annara eða að koma til móts við aðra, hjálpa þeim, styðja þá og sýna í verki að ég sé manneska sem vil gefa eitthvað til samfélagsins. Og lýðræðið er vissulega gallað og það eru til margir og stórir gallar á því og við fáum það sjálfsagt aldrei til þess að ganga fullkomlega upp. En hins vegar það besta stjórnarfar sem að við höfum skapað hingað til í heiminum og mér finnst alveg óskaplega mikilvægt að við stöndum vörðum það. Og það er einmitt þetta sem þú ert að tala líka með nasismann og þennan fund sem að var hérna helgina. Þarna er einmitt dæmi að verið að standa vörð einhver skrítin gildi og einhvers konar fáránlega túlkun á lýðræði og eigin frelsi. Já. Varðandi Ríkisútvarpið, þá ég mikill aðdáandi hugmyndarinnar Ríkisútvarp, svo það sé sagt. Ég tel að við þurfum almannaútvarp.
Ég er ekki ánægður með frammistöðu Ríkisútvarpsins. Ég er ekki ánægður með frammistöðu starfsmanna Ríkisútvarpsins. Mér finnst að því ég hef sjálfur unnið hjá Ríkisútvarpinu, verið fréttamaður þar. Það er í rauninni eina fréttamennsku starfið á Íslandi þar sem þú ert engum lögmálum háður. Þú ert ekki verið hræddur við auglýsendur, þú ert ekki verið hræddur við markaðslögmál, þú ert með gríðarlega stóra fréttastofu þér að baki. Þannig að þú var mjög mikinn stuðning. Þannig að þú þarft ekkert að kikna þegar þú flytur réttu fréttin og öflin ráðast á þig. Þá ertu með svo sterkt bakland. Þetta finnst mér að sé mikilvægt að ég nefni í því samhengi þegar ég gagnrýni stjórnun Ríkisútvarpsins. Mér finnst þau ekki vera að spyrja réttu spurningana, mér finnst þau ekki nógu beitt, mér finnst þau bara hrædd allt og varfærin, mér finnst þau ekki vera að sanna það á hverjum degi að við þurfum sterkt almannaútvarp. Mér finnst þau ekki hafa sýnt nógu vöndu vinnubrögð oft á tíðum. Miða við hvaða peningalegt afl þarna að baki? Nei, ég get alveg tekið undir það og það leiðir hugan að við getum farið í 2 áttir núna. Fyrst ætla ég að spyrja ykkur hvað ykkur finnist af því að þú varst að tala blaðamannafélagið. Nú var ég á félagsfundi blaðamannafélagsins í síðustu viku þar sem var verið að ræða leiðir til lausnar rekstrarvanda fjölmiðla og þeir sem að vilja skoða þessar tillögur geta farið inn á press.is og þar eru þær tillögur sem að 70 manna starfshópur hefur skilað af sér hófst með vinnu í mars á þessu ári og margt áhugavert þar. En ein tillagan sem var kynnt á fundinum á þriðjudaginn, ég fór á þennan félagsfund, blaðamannafélagsins, var að svona til þess að ná aukinni sátt þessa yfirburðastöðu og forréttindastöðu Ríkisútvarpsins og hvernig Ríkisútvarpið jafnvel það maður færi rök fyrir því að það sé að sjúga lífið úr einkareknum miðli vegna ítaka Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði. Þetta eru algjörir harkarar sko. Þeir djöflast í auglýsendum til þess að sjúga upp lifibrauð annarra fjölmiðla. En ein leiðin til þess að reyna að skapa sátt á milli mannsins og mín sem er að vinna hér í harkinu á einkareknum fjölmiðli og líst ekkert á mismuninn sem er á stöðu Ríkisútvarpsins og einkarekinna miðla. Ein leiðin sem að hefur verið nefnd núna hjá blaðamannafélaginu í tillögum og úrbótum er að einkarekni miðlar fái hluta af auglýsingatekjum Ríkisútvarpsins. Og nú kunna sumir að bara glotta og segja að þetta verður nú seint. En ef við bara svona ræðum þetta aðeins, þetta er minnskosti sko lýsir því að það er heildýpið þarna á milli og það er einhver vilji til þess að hvað maður að segja ávarpa þetta með öðrum hættin áður. Sko, ég menntaði mig og starfaði lengst af í Svíþjóð og mér hefur alltaf fundist hörmulegt að ekki síst fyrir jólin að horfa á íslenska sjónvarpið yfir fullt af auglýsingum og þannig að ég hef gert mig grein fyrir því líka auðvitað eins og allir að sérstaklega þegar að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í ríkisstjórn eins og hann hefur yfirleitt alltaf verið þá er vonlaust að ríkisvaldið láti eins og í Skandinavíu láti nógu mikla peninga rakna til þessa ríkisfjölmiðils til þess að hann geti rækt sitt hlutverk almennlega. Þannig að þetta hefur verið svona einhvers konar svona jafnvægislist á milli þess að halda úti nógu mikillist og öflugri starfsemi annars vegar og hins vegar að auglýsingarnar yrðu þá að fjármagna það. Þannig ég hefði alveg fyrir löngu síðan ef að í ideal heimi þá hefði ég bara viljað losna við allar auglýsingar og Ríkisútvarpinu og En að einkamiðlar fái hluta teknana, hvernig líst þér á það? Ágætlega, þú veist, ég held að en það myndi aftur þýða þetta að spurningi fyrir Ríkisútvarpsins eru þið tilbúin að bæta Ríkisútvarpinu upp þessar tekjur og nú erum við að tala Ríkisútvarp sem að ég get alveg verið sammála þér að þarf að bæta alveg helling það þarf að gera betur þar þó að sé margt vel gert að þá þarf að gera betur en þannig að við erum þarna í einhvers konar ástandi þar sem að getum sagt síðan er ennþá flóknara það umhverfi sem við erum lent í með Facebook og Google og allt þetta þar sem að eins og margir segja þá
fara þessi peningar þó að fólk hætti að auglýsa á ríkisútvarpinu þá fara þeir ekkert beint til þessar frjálsu fjölmiðla sem kannski einhver hluti já. En mér finnst þetta ágætis hugmynd og allavega finnst mér mjög gott komið fram til þess að fólk ræða sammála. Hvað segir þú? Já, sko, svo náttúrulega þú varst að tala um það hvernig ríkisútvarpið sogar upp auglýsingamarkaðinn. Ég set alveg spurningamerki við það hvort að ríkisútvarpið á að vera að keppa við einkamiðla það til dæmis að sýna frá öllum íþróttaviðburðum og þar fram eftir götturum. Það nú kannski mestu auglýsingarnar sko hjá sem að sko koma inn eru tengdar þá einhverjum svona HM í fótbolta eða einhverju svoleiðis eða HM í handbolta. Ég bara þekki það og veit að einkamiðlar hafa lent í því að í kringum slíka atburði að þá í raun og veru þá þurrkar ríkisútvarpið upp allan auglýsingamarkaðinn, stórir auglýsendur þeir hafa ekkert budget í að auglýsa annar staðar en á þessum viðburðum. Þarna erum við að tala viðburði sem að kalla á línulega dagskrá sem alls ekki allt efni kallar á. Þessi þáttur hérna kallar ekkert á línulega dagskrá, alls ekki. En það eru svona þessar beinu útsendingar frá íþróttaviðburðum. Þetta er alveg kjör vettvangur fyrir auglýsingar. Og ég bara velti fyrir mér sko, er ríkisútvarpið að gera endilega það sem við viljum að ríkisútvarp sé að gera? Er þeir að gera kannski fullt af hlutum sem að við viljum ekkert endilega? Það held ég. Að ríkisútvarp. Ég held að þau hafa alveg mist sjónar á hlutverk. Þessi síðasta skoðun, ég get alveg tekið undir hana, eitt rannamála, mér finnst það að vera gild rök sko, sem að sumir hafa sagt að það, sko, þar maður að borga einhverjum einkaaðilum fyrir að fá að horfa á Ísland spila landsleik sko, ég meina, mér finnst það alveg valið spurning. En sko varðandi það hvort að það er að taka hluta af auglýsingatekjum ríkisútvarpsins og dreifa því til einkarekinna fjölmiðla, þetta er út af fyrir sig svolítið skondin og skemmtileg hugmynd, en það sem ég bara velti fyrir mér, hvernig ætti framkvæmdin að vera? Þá ertu að opna bara Pandoru box af vandamálum, því að hver er þá verður þess að fá einhvern hluta af auglýsingatekjum ríkisútvarpsins, hvernig á að meta það, hverjir geta sótt og allt þetta, og það er alveg sama vandamálið og við erum með varðandi fjölmiðlastyrkina í dag, eins og bara lítill fjölmiðl eins og ég rek, við erum 6 manneskjur sem að höfum að einhverju leyti atvinnu af þessum litla miðli. Ég get til dæmis ekki sótt fjölmiðlastyrk af því ég þarf að vera með 3 starfsmenn á fullum launum og ég næ því ekki alveg en næstum því og það er ýmislegt fleira svona sem kemur þarna inn í að við svona stöndum þá frammi fyrir að við erum að skapa fleiri vandamál en við leysum með því að ætla að gera þetta svona. Að þú segir þetta þá spurist ég einmitt fyrir á þessum fundi hvernig geti framkvæmt þessa orðið og þá var svarið okkar að koma með hugmyndirnar og við erum bara að koma hér með hugmyndirnar, þyrla upp hugmyndum, annar að sjá framkvæmdina. Ég tek undir það sem þú segir að það er ekki alveg augljóst hvernig Þetta er náttúrulega vandamáli er fyrirliggjandi, það er að segja það eru fjölmiðlastyrkir og spurningin er hvernig þeim er útdeilt. Og endalega ef þessi peningar kæmu sem ég hef svo sem ekki mikla skoðun á hvort er ætti að koma akkurat það að þá bara bætist það í einhvern pott sem að vandamálið er nákvæmlega sama sem áður en það sem er finnst hjálplegt og svo er akkurat þetta sko eins og með þennan litla miðil minn sko að ef ég fengi styrk þá gæti ég fjölga starfsmönnum, þá gæti ég gert meira heldur en ég er að gera í dag og þú veist þannig að þetta eiginlega býtur alltaf í skottið á sér sko að þú veist hvenar er maður verðugur og hvenar er maður þú
þú veist, hvenar er best að útluta til einhverjum skona styrk til þess að efla hann? Hérna, það eru 2 mál sem ég langar að ræða minnst kosti áður en við klárum þessa umræðu. Það fyrra er líka frétta með skilst Viðskiptablaðsins í síðustu viku sem að hélt í fram að Ásta Lóa Þórsdóttir, fráfarandi ráðherra, konan sem sagði af sér eftir fréttur RÚV fortíð hennar. Viðskiptablaðið sagði að Ásta Lóa hefði ákveðið að tala aldrei oftar við fréttastofu Ríkisútvarpsins. Ég skrifaði pistil á samstöðuna á grunni þess og svo þegar ég heyriði það frá fulltrúum flokksfólksins að þetta væri sennilega ekki satt. Hún hefði aldrei sagt að hún ætlaði aldrei að tala við Ríkisútvarpið framar. Hún bara væri að kæla Ríkisútvarpið sem stendur vegna þess að hún er ósátt við fréttaflutningin og þá skrifaði ég fyrirvara inn í mína grein þar sem ég hélt því til haga að ég hefði kannski farið þarna eftir villuljósi, en eftir satt spurningin og pælingin sem ég hafði átt upp í hausnum og sjálfum þegar ég skrifaði þessa grein. Getur þingmaður bara ákveðið núna okkar tímum að ræða ekki við fréttastofu Ríkisútvarpsins? Spurning sem við hefðum alltaf svarað nei fyrir 20, 30, 40 árum, en núna eru kannski komin önnur viðmið. Mér langar til þess að fá ykkar skoðun á þessu. Byrjum á þér, Lars. Já, ég satt að segja, veit ekki alveg hvað, sko, maður getur skilið bæði sjónarmið, opinber þjóðkjörin manneskja sem að almenningur hefur trúa fyrir einhvers konar starfi á þjóðþinginu eða að á svo manneskja ekki að standa skil gagnvart þjóðinni og eitt farvegur fyrir slík skil eru náttúrulega fjölmiðlar. Lýðræðisleg skildanar að tala við. Já, nákvæmlega. Spurningin er svo ef maður fer í blæbrigði getur viðkomandi valið sér fjölmiðil. Núna skilst mér að þeir meira og meira bara dæli út einhvers konar fréttatilkynningum og telja að það sé nóg sem er náttúrulega augljóslega ekki. Þetta er mjög gott að nefna þetta. Ráðamenn og viðskiptamenn margir, þeir svara ekki fyrirspurnum fjölmiðla, heldur skrifa á samfélagsmiðla þeirra eigin útgáfu af sannleikanum og síðan taka fjölmiðlar það upp sem svar, sem viðbragð. Þetta er ekki blaðamennska. Eitt stórmáli í þessu finnst mér vera hvernig fréttamenn, ekki bara RÚV heldur bara öllum fjölmiðlum, eru meira að minna eins og liggja eins og hundar fyrir framan þessa stjórnmálamenn. Það er bara ekki gengið á eftir svörum, það er spurt og það er svarað út í hött og þá bara tekið næsta spurning. Já, meðal annars vegna þess að fréttamenn Ríkisútvarpsins þeir líta á sig sem framlengingu á valdinu en ekki aðhald sem á að spyrja erfiðustu spurningan. Þetta er ekki bara þar, en þetta náttúrulega ætti bara að taka þá í kúrs í þessu ef þeir hafi ekki, þetta er náttúrulega bara þetta er meðvitað. Þessi gamla saga Magnús Magnússon frá BBC og ég held að þetta sé meðvitað að spyrja ekki réttu spurningar. Hann var fréttamaður áður heldur en hann byrjaði með Mastermind á BBC, Magnús Magnússon og hann var með George Brown ráðherra í viðtali og hann spurði Brown það var svona í setti einhvers konar spurði hann einhverjar spurningar og Brown gerði þessi eins og stjórnmálamenn gera, bara tók einhverjar slaufur í kringum og svaraði ekki og þá sagði Magnús að ég þarf að bara spyrja þessar spurningar svo ég endurtek hana bara hér er hún og hinn tók aftur svona slaufur og þá spurði hann spurningarna formálaust bara spurði spurningarna plain and simple aftur og þá stóð George Brown upp og gekk út úr stúdíónu og þá snýri Magnús sér að kamerun og sagði this was Mr. Brown. Mjög gott. En ég held átakafælni fréttamanna Ríkisútvarpsins komi í veg fyrir að þeir spyrji réttu og gagnlegustu spurningana. Þau kvarta mikið undan því hvað þau fái yfir sig miklar haturskusur, jafnvel frá valdamiklu fólki þegar þau vinna sína. Og ég segi þá, ok, ef það er svona mikið vandamál, skiptið þau vinnu. Þetta er hluti af vinnunni. Það er að fá á sig hatur og það er að hafa skráp til þess að þola árásir. Þetta var eins og þú lýstir á að þetta er stórfréttastofa og hún á að bakka upp sitt fólk og standa við bakið á það. Já, hún gerir það alveg og stundum hefur mér fundist fréttastofa RÚV
og yfirmenn þar, sérstaklega í seinni tíð, standa kannski of með óvönduðum fréttaflutningi. Já, það veitist þannig. Og neita kannski að sko horfa á að eitthvað megi betur fara. Eins og þetta lógumál? Afstilla lógumálið, mér finnst það gott dæmi svoleiðis. Þar fannst mér algjörlega óásættanleg vinnubrögð. Ég er sammála, og það hefði ekkert með hugrekki að gera. Ekki neitt. Nei, og sjálfstæði. Þarna bara var verið að flytja og maður vill ekki trúa því en það leit út eins og væri bara vísvitandi verið að afflytja fréttir. Þetta var bara einhver svona sensasjóns, þetta var bara svona eins og nú komum við í, það er hérna ungt fólk hérna, þú veist, hún var leiðbeinandi og hann eitthvað, skilur eitthvað bara, þú veist, eitthvað svona klámblaðamennska. Það var svona DFF hérna í gamla daga. Já, það var svona vissum tímabilum, ég sögur DFF, þá hafa verið afstundu svona vinnubröð þar. En já, ég sammála þessu, en sko, Ólafur, getur Ásta Lóa, þrátt fyrir að hún sé, ég vil segja eðlilega, ósátt við vinnubröð Ríkisútvarpsins, gæti hún ákveðið að tala aldrei oftar við fréttastofu Ríkisútvarpsins? Já, ég held að hún gæti alveg gert það. Ég held að það sé ekkert sem að bannar fólk að gera það. Ef það leggst illa í kjósendur, þá munir þeir væntanlega kveða upp sinn dóm það. Þannig að ég held að það er ekkert siðferðilegt eða neitt svoleiðis sem að ætti að koma í veg fyrir það að stjórnmálamaður, kjörinn fulltrúi neita að tala við eitthvað tiltekinn fjölmiðil eða fjölmiðlamann. Ég man það, þetta er nú ekki alveg nýtt, ég man fyrir 35 árum eða svo. Þá var fréttamaður á RÚV sem hét Ólafur Arnarsson, þá var fjármálaráðherra í landinu sem hét Ólafur Ragnar Grímsson. Fjármálaráðherrann mislíkaði fréttaflutningur minn og neitaði að tala við mig. Við höfum oft talað saman síðan og ég náði nú tali á honum í tengslu þessa frétt 10 ára vinna, en ég þurfti að hafa dálítið fyrir því. Ég þurfti að vera með tökumann þar sem hann kom í mark ég held í Reykjavíkumaraþoni. Já. En þetta er ekki alveg einfalt mál vegna þess að sko, til dæmis forsætisráðherra sem handvelur sér viðmælendur og hundsar kannski suma miðla vegna þess að þeir hafa unni vinnuna sína og hafa verið að spyrja hann krefjandi spurningana, réttu spurningana. Það má ekki heldur vera þannig að sko, stjórnmálamenn velji sér bara þá fjölmiðla sem að þeir líta svo á að séu þeim handhægir, ef maður getur sagt sem svo, leiðitamir, mun ekki spyrja erfiðu spurningana. Þetta verður að einhverju leyti, er það ekki, Ólafur, að gera með einhverja skyldur? Jú, sko, ég ef þú ert fann að tala um ráðherra, forsætisráðherra, þá held ég nú að það séu kannski ríkari skyldur á þeim. Þessi munur á þingmannaráðherra? Já, ég held það, þó að í svona samt í prinsipinu þá sé það bara kjósenda að kveðu sinn dóm hvort að viðkomandi þingmaður eða ráðherra hafi gert rétt. Þannig að fjölmiðlinn eigi bara upplýsa um það ef einhver er að boykotta þig, ef einhver að hundsa þig, þá bara upplýsi fjölmiðlinn það og það er landsmann að taka afstöðu til þess. Þetta hljóta verða því að það er engin lög sem að banna viðkomandi að gera þetta. Nei, þetta er samt einhver samfélagssáttmáli sem hefur byggst upp á rosalega löngu tíma. Þannig að það er eiginlega kjósenda sem að taka. Ég get ekki alveg tekið undir þetta sko, því að ég get tekið undir það að þingmanni að mínum hætti beru þetta engin skylda til að ræða sín einkamál við einhvern fjölmiðil og hann getur alveg sett mörk hvað það varðar og neitað að tala við einhverja miðla vegna þess að þeir vilji tala um einhver einkamál eða velta upp einhverju sem í raun og veru kemur almenningi ekki við. En stjórnmálamaður getur náttúrulega aldrei neitað að tala við fjölmiðla opinber mál og það sem hann er að gera í sínu starfi fyrir þjóðina. Er ekki almannaútvarpið líka á svona sérstökum stað hann? Einmitt. Hann ætti ekki að gera það, en hann getur gert það. En við höfum alveg dæmi úr Bandaríkjunum að sá sem er við stjórnvölinn þar, hann boykottar ákveðna fjölmiðla bara þegar honum dettur það í hug og ef að þeir hafa talað með einhverjum hætti sem hann kann ekki við að þá eru þeir útilokaðir og jafnvel útilokaðir frá blaðamannafundum í Hvíta húsinu.
Og ég veit ekki hvort við viljum fara þangað, ég ekki að segja það, en hins vegar þá varðandi mál Ásthildar Lóu að ég get alveg tekið undir það kannski var Ríkisútvarpið of fljótt á stað með þessa frétt og hefði kannski mátt vinna hana betur og skoða hana betur. En hins vegar þá stendur enn að það fer tvennum sögum af þessu sambjandi og þessum samskiptum. Þessi barnsfaðir hennar, hann heldur því ennþá fram að hann hafi verið 15 ára gamall þegar samband hófst. Hann heldur því líka fram að hún hafi haft þá stöðu innan þessa hóps sem þau voru í, að hann hafi litið á hana sem leiðbeinanda eða leiðtoga hópsins og við getum auðvitað ekkert komist hjá því og hann hefur rétt á að segja sína sögu og það sjónarmið. Ég hef heyrt allt aðra sögu frá honum. Nú, já. Hann sagði þetta var haft eftir honum á Vísi held ég. Að hann hefði litið á hana. Ég tek undir með þér, ég heyrði allt aðra sögur. Þetta skils mér að sé það sem þessi fyrirverandi tengdamáður hans hefur verið að halda fram. En af því þú nefndir Trump, það einmitt það er ástæða fyrir því að mér finnst rétt að við ræðum þetta. Að allt sem gerist í Bandaríkjunum getur gerst hér og við höfum náttúrulega séð alveg hrikalega hættulega þróun í fjölmiðlaheiminu þar. Ég ætla að ljúka þættinum á því að þakka þér fyrir að senda mér myndband með viðtali við bandarískan fjölmiðlamann sem heitir Ezra Klein og í spjallinu við hann koma fram nákvæmlega sem álitaefni og við stöndum fram fyrir hér á Íslandi. Hann segir að við að fara að í stað þess að stytta efnið meir og meir, þá eigum við að lengja tíman sem fer í umræðefni. Það veltir upp alltaf úreltum efnistökum Kastljós, finnst mér. Að þar erum við með einhverja 6-8 mínútur, 2 menn að rífast í morfískeppni, ekkert innihald, búm, 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 skilur ekki neitt eftir. Almannaútvarpið á að fara á dýptina. Þessi gæi segir við höfum að lengja umræðina, ekki stytta hana. Hann segir líka að hann sé óviss það hvort hann myndi ráðleggja ungu fólki að fara í blaðamennsku í dag vegna þess að það sé svo lítið eftir á blaðamennskunni. Það er það sem við ættum að vera að tala alla daga hér og við ættum að tala hlutverk fjölmiðla sem á tyllidögum er kallað fjórða valdið og hornsteinn lýðræðis. Það er pissað yfir hann, þannig hornsteinn lýðræðis á hverjum degi og það er enginn að velta því fyrir sér hvað verður þennan svokallaða hornsteinn lýðræðis. Það er sum áhyggjur í Bandaríkjunum en það sem ég hjó eftir og kannski vakti mesta athygli hjá mér persónulega, það var það sem að segja gervigreindina. Hún er ekki gagnleg í blaðamennsku vegna þess að hún tekur ekki mið af samhengi og öðru slíku, segir hann. Mér langar aðeins að fá þig til þess að bregðast því. Já, það sem hann segir, finnst mér, hann sjálfur segist hann vera algjör lestrar fíkilnanast. Hann hámarist í bækur endalaust alls konar svona efni sem tengjast þjóðfélagsmálum og því sem hann er að gera. Já. Og hann segir með því að lesa bók ég kannski 7 tíma að lesa bókina. Já. Á meðan er ég að gera endalaust einhverja tengingar sjálfur. Já. Skrifa niður það sem skiptir máli. Já. Og ég er að gera nýjar tengingar sem er ekki endilega í bókinni en upplýsingarnar koma bókinni. Gervigreindin, ef ég bið hana að segja mér hvað er í þessari bók, taktu saman á 3 síðum hvað þessi bók er. Þá kemur hún með einhverja svona kannski basic upplýsingar sem að hjálpar honum ekki að finna þau samhengi sem hann, sem orginal blaðamaður og hann vill koma með sinn vinkil, sinna dýpt í fréttaflutningin og gervigreindin getur aldrei hjálpað hann við það. Akkurat. Og með því hann líka að segja að blaðamennska er persónulegt fag. Já. Hver og einn tekur sitt know-how, sína reynslu, býr til sitt samhengi. Þetta er ekki eins og hverjum færibandavinna. Þetta er rosalega mikilvægt og ég get alveg verið ósamála til dæmis honum sem að mér finnst annars mjög sniður og skemmtilegu karakter Jakob Bjarmar sem að segja bara, við bara afgreiðum málin bara, bara lesendandi sem ákveða hvað við höfum að skrifa og svona en mér finnst bara, fyrir hann þá er bara fínt, skilur, hann hefur þessa skoðun, hann vinnur samkvæmt þessu prinsippi, ljómandi, skilur, ég vil bara ekki gera þetta almennu prinsippi, skilur, síðan hafa aðrir einhvers konar, ég meina það sem að
það er kannski nýr þáttur sko, en eins og í örstöldu máli sko, þá þetta þannig að það er verið að tala um að þessi norrænu samfélög hafi náð hvað lengst að mörgu leyti, allavega höfðu það fyrir kannski 20 ára síðan. Já. Og það eru nokkrar megin ástæði fyrir því. Ég held að sko, það hefur verið skrifað bókum hvað lýðháskólarnir hafði mikið að segja, menntuðu fólk í því að stinna grasrótar pólitísku starfi, fundarsköp og allt þetta. En það sem ég held að hafi haft enn meira að segja, það þessi ríkisfjölmiðlar sem höfðu bara sem missjón að mennta fólk. Já. Bæði hvað var upplýsingar. Já. Og ég mynda frá því að ég krakki þá þú veist erindi, það daglegt mál og það er alls konar hluti sem og það er músík, verið að reyna að toga mig inn í svona meira avanseraða músík og allt mögulega svoleiðis og ég held að þetta svona það sem kalla fólkbildung, skilur að það og svo bara hverfur það. Já. Og það var ákveðin samfella líka að þetta sko ég get trasaði með þetta eða talaði með þetta endalaust, það var ákveðin á vinnustad, kaffistofinni, þá þegar það var bara einn fjölmiðill, þá var talað um þáttinn sem var í gær, skilur við. Núna er fólk sem að sko hlusta aldrei á annað heldur en eitthvað FM 9, eitthvað, ég veit ekki hvað, skilur við, og það bara hefur ekki hugmyndun neinar fréttir, veit ekkert hvað skilur hvað til umræðu og svo framvegis að þannig við erum svona marg þjóðin fragmenterast í alls konar búta. Já. Og við erum að sjá þetta er annað umræðu. Það er annað umræðu en mjög aktuelt. Sko, Jakobi Bjarnari til varnar, þá tekur hann mörg af bestu viðtölunum. Hann er frábær, hann er bara frábær blaðamaður, það veist ég ekkert. Akkurat. Heyrðu, en þá er nú komið að leiða lókum og ég með þess að farin aðeins yfir tíman, en ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma og reyna að svara mörgum af þessum risastóru spurningum. Auðvitað allt og stóra spurningar, allt og margar stóra spurningar til þess að reyna að fá einhver svör, en allavega maður verður að reyna og það eru einhverjir kaplar, einhverjir bútar úr þessu spjalli okkar sem að kannski lifa í hugum hlustenda og áhorfenda. Eitthvað sem þú vilt segja lokum, Steingerður? Nei, ég held ekki. Það sem að Lárus var að segja var svo sterkt að mér finnst að það er bara standa sem loka á. Óli? Nei, eigum við það bæta. Kæra þakkir öll þrjú fyrir komuna. Ég heiti Björn Þorláksson og við höldum hér áfram með rauðaborðið eftir andartak, ekki fara langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is